Nei, núna erum við búin að sjá Git og Git sem sagt svona verkferli sem við erum að fara að nýta okkur núna. En síðan eru fleiri tól til sem við getum notað til þess að einfalda okkur vinnuna. Alltaf í byrjun þá lítur þetta ekki út fyrir að vera einföldun en samt sem aður þegar við erum búin að tileinka okkur þessi tól þá hjálpa þau okkur og það það sem tól ættu alltaf að gera, þetta alltaf að hjálpa okkur. Við höfum ekki vera þjónar tólana, tólin eiga að vera þjónar okkar. En að því sögðu, þá ætlum við að skoða þess að Node og sérilagi NPM og þau tól sem við getum installað með NPM. En Node þess að plattform til þess að smíða hröð og skalanleg netforrit. Og Node notað til að búa til alls konar forrit, alls konar forrit, bæði bakenda sem eru þá eitthvað sem virkar á móti frammendanum sem við erum að vinna með núna. Við getum notað til að búa til command line tól og við getum notað bara til að búa til alls konar forrit. Og Node ekki forritunarmál, heldur notar Node JavaScript sem forritunarmál. Þannig að þegar þið eru búin að læra núna JavaScript núna á seinni parti kúrsins, þá ekki stórt stökk fyrir okkur í það að nota JavaScript á servernum með því að nota Node. Og það það sem við gerum í Webfortran 2. Og það svona ákveðin samlegar áhrif með þessu. Þú getur lært eitt forritunarmál og verið forritari bæði á framenda og bakenda og orðið full stack forritari. En þetta aðeins flóknara og aðeins svona meira öðruvísi en það. En samt sem aður, þetta orðið svolítið bara það sem notað í dag. Það rosalega mikið notað Node og það rosalega mikið notað JavaScript. Og náttúrulega JavaScript eina forritunarmáli fyrir vefinn og þar af leiðandi það notað þar. Eða tæknilega sé ekki eina, við erum með annað en meira það seinna. En NPM eitthvað sem við fáum með Node þegar við sækjum það og NPM pakkastjóri eða packet manager fyrir JavaScript. Og pakkastjórar, þeir sjáum það í raun að setja upp og nota tól sem eru byggð með JavaScript eða bara með einhverjum málum og í staðinn fyrir það að þurfa að finna einhvern stað, Google eitthvað eða fara inn á einhvern vef, leita einhverju útgáfu eitthvað, downloada því, keyra sér uppsetningarforrit og síðan að keyra forritið, þá keyrum við bara eina skipum og höfum þannig aðgang að forriti. Til dæmis á Macintosh, þá mæli ég alveg rosalega mikið með að nota á macOS að nota Brew. Þannig í staðinn fyrir að fara til dæmis, ég ætla að sækja Spotify, fyrir inn á Spotify vefinn, finn downloads fyrir Mac eða eitthvað. Þá getur bara farið í command line tól, gert Brew, install, Spotify. Eða stundum það Brew cask install, fyrir því hvað það. Og þá sæki ég bara Spotify og Spotify bara komið. Ein skipun, ég þarf ekki að vita neitt, ég sæki nýjastu útgáfuna og svo sér Brew að halda þessu uppfærið þegar ég keyri uppfærið skipunir. En það sem gerist líka þegar við erum svona pakkastjóra, við getum haldið utan hvaða útgáfu af hvaða forriti við erum að nota. Þannig að ég sæki eitthvað forrit, ég innifylla það í verkefninu mínu. Það útgáfa 1.3 af tólinu en síðan við búið að uppfæra tólið upp í 2.0 og ef einhver myndir síðan sækja það og reyna að nota það þá búið að gera einhverjar breytingar sem ekki backwards compatible þannig að þær virka ekki með nýrri útgáfu og allt í einu brotnar verkferlið eitthvað brotnar í verkefninu okkar. Þannig að vita hvaða útgáfu af forriti við erum að nota mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við erum að vinna með öðrum. Og jafnvel bara þegar við erum að vinna með sjálfum okkur. Af því að eitthvað verkefni sem ég var að vinna í fyrir ári síðan eða bara mánuði síðan, það gæti verið búið að uppfærast einhver forrit sem við erum að nota, einhver tól sem við erum að nota í því. Og ef ég væri ekki með rétta útgáfu og þurfti að sækja tólið upp á nýtt, þá gæti allt farið í klessu hjá mér. En NPM bara með alveg rosalega mikið af módulum og pökkum og alls konar dóti sem einfaldar okkur lífið. Og við finnum okkur einhvern pakka og það ákveðin list að finna góða pakka. Það yfirleitt margir pakka sem gera mjög svipaðan ef ekki bara sama hlutinn. Og svo finnum við þennan pakka og þá keyrum við skipum og segjum hvernig forritið okkar eða verkefnið okkar nota og þá sækir NPM og geymir upplýsingar það hvernig þessi pakki var sóttur.
Þannig að við erum í raun að skilgreina dependency á pakkan. Þannig að við erum að skilgreina það að verkefnið okkar krefst þess að þetta keyri til þess að geta unnist. Þannig að þá er það haldið utan það í einhverju skrá sem er svona metadata verkefnið okkar og það er dependency. Og það er vistað í package.json sem er þessi metadata skrá. En til þess að sækja þá keyrum við einfallega npm install eða kannski ég er að fara einu skref undan hérna. Fyrst þurfum við að sækja Node.js og það er hérna nodejs.org. Það er í raun er OpenJS Foundation sem er bara óháð samtök sem að halda utanum og passa upp á Node. Það er búið að vera áhugaverð saga, það er búið að vera svona splintergrúpp af Node.js og alls konar. En núna er í raun bara mjög solid útgáfuplan hjá OpenJS Foundationinu og það eru alltaf keyrðar 2 útgáfur sem er í raun einhver long time support sem er hérna, sem er útgáfa sem er búið að segja við munum í raun styðja hana eins og þessi hérna version 12. Hún mun vera studd þangað til í þetta árið 2022. Og síðan eru einhver maintenance sem eru í raun alveg að fara detta út á næstu ári og þannig sjáum við í raun hvernig þetta er. Þannig að í raun það er alltaf, við þurfum alltaf að vera að fylgjast með og uppfæra projektin okkar. Og svo erum við með í raun eitthvað sem er current, sem er þá í raun útgáfa sem er hér bil tilbúin en er í raun ekki komin í long time support. Og hún mun detta í long time support en þannig að þetta er bara svona gluggar sem að hreyfast áfram. En við sækjum þetta hvort sem er fyrir, við getum sótt þetta hérna. Þetta er svona latest features, þetta er bara fínt til að sækja og þá erum við bara sækjum við download for it, keyrum það og við fáum aðgang að Node og við getum þá keyrt í command-tólinu hjá okkur, getum keyrt Node, /waf og þá fáum við við sem að keyra einhver ákveðna útgáfu af Node og ef við keyrum Node beint þá dettum við bara inn í keyrslu umhverfi fyrir Node. Það er bara skel sem við getum notað til að skrifa JavaScript-kóða. En við sækjum npm með Node, þannig að við erum með npm, ég er með útgáfu 6.14.8 af npm og þá get ég keyrt í raun þetta npm install aðgerðina eða bara keyrt npm og þá fæ ég í raun bara alls konar dót hvernig ég get unnið með npm. Já, þannig að þá keyrum við npm install á einhvern módúl, það sækir eininguna, vistar hana hjá okkur eftir þetta og sækir síðan alla pakka sem að þessi útgáfa þarf og alla pakka sem þeir þurfa og alla pakka sem þeir þurfa, þannig að þeir eru búið til svona dependency tree af því þó að við sem í raun að sækja bara eitthvað eitt forrit þá er það forrit að nota annað forrit sem er að nota annað forrit sem er að nota annað forrit, þannig að það verður í raun tree af dependency hana og þau eru öll sótt og öll geymd á tölvunum okkar. Þannig að ef ég er núna hérna í þessu, já nýtt virkar bara fínt. Þannig ég ætla að gera npm install browser sync sem er tól sem við ætlum að skoða. Þá fer npm hérna, athugar, sækir skrána okkar og öll dependency, þannig að það er í rauninni að gerast núna. Tekur langa tíma af því í rauninni að það tekur, þetta er mikið. Þá er hérna added 212 packages from 202 contributors and audited 212 packages in 12,045 sekundur. Þannig að það hefur í raun eitthvað breyst hérna það er komin mappa sem heitir node modules og það er komin skrá sem heitir package lock. Og package lock heldur í raun utanum, þannig að við kíkjum hvað er að gerast hérna. Package lock heldur utanum öll dependency af browser-sync dependency-inu. Við sjáum að þetta er í raun allt byggt ofan á hérna mikilli vinnu frá mörgum aðilum og það sést líka þegar við skoðum hérna í node modules í raun þetta eru öll forritin sem við erum að sækja bara við það að sækja þetta browser-sync. Þetta er allt sem þarf og ef við
skoðum hvað þetta er mikið, þá förum við hérna og gerum info á þetta og þá eru þetta 33,5 megabæt sem við þurftum að sækja bara þess að geta notað eitt tól. Síðan er hugsanlega annað tól sem við notum að nota einhverju af þessu sömu, en hugsanlega aðra útgáfu, þannig að þá getum við verið með margar útgáfur á sömu og Node Modules möppur geta auðveldlega orðið hundruður ef ekki gigabæt að stærð. Þannig að þetta er dæmi möppu sem við viljum ekki setja inn í Git. Af því að Git er nú að segja hérna, það er bara klukka hérna, út af því að það er svo mikið af breytingum að því að við erum í raun að setja öll þessi 33 megabæt inn í Git sem er alls ekki það sem við viljum. Nei, við hoppum aftur hérna. Þannig að þetta er það sem við vorum að sjá. En við getum líka sett tólinu upp almennt. Þannig að ég get fengið bara aðgang að browsing sem tóli eins og npm er tól eða git er tól. Þannig að við keyrum þessa aðgerð hérna. Þá segir þetta hérna -g þýðir global, sem þýðir þá við sækjum þetta og þetta er geymt á einhvern stað sem gerir þetta aðgengilegt mér hvar sem er. Þannig að nú get ég keyrt hérna browser sync og þá get ég bara keyrt browser sync og þá er það bara tól sem ég get keyrt. Þannig að þetta er bara tól sem er skrifað í JavaScript í Node og er aðgengilegt bara úr command line-inu. Þannig að browser sync sér í lagi er tól sem við notum til þess að keyra vefþjón á vélina okkar sem ykkar hafa prófað að gera þetta í gegnum Visual Studio Code, en þetta er það tól sem við getum haft inn í verkefninu okkar og nota þar. Og það endurhliður sjálfkrafa þegar við gerum breytingar og samræmir skroll á milli ef við erum með 2 vafra eða fleiri opna, þá getum við verið að gera sömu aðgerðirnar í einum vafra og sé hvernig það bregðast við. Þannig að við getum notað þetta til þess að prófa í mörgum vafrum í mörgum tækjum í einu. Þannig að þá get ég farið núna, ég er í eitthvað verkefni þar sem ég er að vinna, gert browser sync, start server og þá keyrir það. Þannig að ef við gerum hérna touch index html, gerum browser sync start server, þá opnast þetta hérna með tómri skrá, en ef ég fer síðan hérna og gerir kód hérna, já, við erum þetta með opið og lokum Node Modules, alltaf mikið að vera þar og gerum svona, lokum þessu í bili og þessu. Þannig að núna get ég gert eitthvað hérna, Vista og ekkert gerðist, en þarna koma, ég veit ekki alveg af hverju þetta er. Það er örugglega út af því að það vantar allt í kringum þetta. Þannig að ef við förum í þessa hérna möppu, slökkum bara þessu, lokum þetta, gerum svona og förum hérna í pre-baka dæmi sem er þá þetta Open Integrated Terminal, þannig að nú get ég opna bara beint hérna. Þannig að þá er ég komið með þetta hérna. Ég ætla að opna þetta. Ég ætla að segja hérna browser sync, svona. Keyrum þetta upp. Þá fáum við hérna, og núna er hérna browser sync connected. Þannig að þá segir ég hérna halló heimur og ég Vista. Það er eitthvað skrítið í gangi. Já, ég veit ekki alveg af hverju þetta er bilað. Stundum eru hlutinni bilaðir. En ef ég gerir svona, nú er ég með þess að browser sync hérna, þannig að ef ég skrolla eitt glugga og skrolla báðir. En af hverju þetta hotloadar ekki? Það er stór spurning. Já, það er eitthvað. Gæti verið út af því að ég er að keyra presentationið hér líka í einu og það er að hotloada. En allavega, ef ég keyri þetta dæmi þá á þetta að virka sem skildi þegar ég Vista. Prófum samt hérna CSS-ið. Nei, þetta er eitthvað að láta eitthvað illa.
þá á það í raun að gerast jafnóðum. Þannig að lokum bara þessu í bili og höldum áfram hérna. En núna vorum við búin að setja þetta upp almennt, en ég vill í raun setja þetta upp þannig að í raun bara þegar ég keyri þetta verkefni eða þegar þið sem ætla að vinna þetta verkefni með mér keyri það, þá í raun virkar það bara fyrir okkur öll. Þannig að einhver einn sér það að setja upp þessi tól og þá höfum við í raun aðgang að þeim og getum bara farið að vinna. Þannig að þá viljum við í raun setja tólið upp í verkefninu okkar sjálfu. Þannig að þá búum við til package station skrá og við gerum það með npm init. Þannig að ég ætla að reyna að fara bara í nýjan gaur hérna. Haldum bara áfram í þessu og gerum þetta hérna. Þannig að ég ætla bara að henda package lock. Ég ætla að gera git init, ekki git init, npm init. Og þá spyr hún í raun hvað er nafnið á verkefninu. Tölva mín eitthvað, hún er rosalega lengi að svara. Einhver lýsing, einhver entry point, einhver test og eitthvað bara, við getum bara ítt á entry gegnum þetta allt saman. Svona, þetta er ok. Og þá fáum við hérna package JSON sem er í raun JSON format sem rennur undan JavaScript. Og þá erum við komið með dependency hér sem er í raun pikka út af því að við vorum búin að installa því þarna. En ef við gerum npm install, ætlum að henda þessu bara út hérna og við ætlum að sækja tólið og þá segjum við annarkvort save eða save def og þá er ég að segja vista það í package station svo að við getum síðan sótt það seinna. Og save segir að þetta verður að vera til staðar til þess að við getum keyrt verkefnið en save def segir að þetta er þróunar dependency, það er bara að nota í development. Þannig að ef við skilgrunum það, þá er þetta browser-sync bara til að hjálpa okkur með development. Þannig að þá segjum við npm install, save def, browser sync og þá gerir npm þetta sama. Og þá getum við þá erum við búin að gera þetta og þá sjáum við í raun í package station að það verður til dev dependencies listi hérna og þetta er gagnatag úr JavaScript sem við eftir að sjá. Þá er það komið hérna og þá sjáum við hérna dev dependency browser sync 2.26.12. Þá er það næsta, já, þetta er JavaScript sem við höfum eftir að kynast betur en þá er það næsta hvernig keyrum við þá þetta. Þannig að hvernig setjum upp eitthvað sem keyrir upp þennan server fyrir okkur. Og þá búum við til skriftur inn í npm í package station og við skilgreinum það hérna undir þessum skriptshluta. Þannig hérna er einhver testskrift sem er að segja bara það er ekkert test skilgreint en ef við værum til þess að nota unit test eða integration test eða eitthvað svona þá myndum við hérna skilgreinum það hér. En við ætlum að skilgreina núna eitthvað browser sync sem að þá er bara verið að keyra upp serverinn okkar. Þannig að við tökum þetta út og setjum browser sync í staðinn, svona og síðan ætla ég bara að kopía þetta hingað og búa til nýja skrá sem heitir styles CSS og við ætlum að kopía hérðan og vona svo að þetta gangi hjá okkur núna. Þannig að núna er ég með hérna package station og ég er með index.html og þetta og nú getur ég sagt npm run og svo gef ég upp nafnið á skriftunni hérna og þá keyrir npm þetta út frá þessari hérna útgáfu og þessi hérna útgáfa er ekki svo sem ég er með installaða globally hjá mér heldur svo sem er installuð í verkefninu hérna. Þannig að ég get verið með aðra útgáfu á browser-sync keyrandi á tölunni minni en er að keyra í verkefninu. Þannig að þetta er mjög gott upp á það að geta manage og dependency á milli mismunandi verkefna. Þannig að ég er með nákvæmlega það sem ég vil vera með hér. Og nú er spurningin, ég er hérna, hvað gerist ef ég breyti, ekki þessu, heldur þessu.
en þá eitthvað pickles í gangi á tölunni minni. Prófum. Slökka kveikjuna. Já, það er eitthvað í gangi, eitthvað skrítið í gangi. En þá allavega getum við keyrt þetta og þá á þetta virka þegar að þetta er í raun, ef þið prófið þetta, annars látið þið mig vita og við finnum út af því hvort þetta sé. Þetta er yfirleitt eitthvað sem er bilað hjá produktinu sjálfu. Einhver var að gefa út nýja útgáfu, hélt að það virkaði, en svo kemur ljós að það virkar ekki alveg rétt hjá öllum. En núna erum við búin að gera npm init, búin að setja upp einhver tól, búin að búa til Git repo, búin að committa þessu og þá getum við sagt öðrum í teiminu, núna getur þið bara farið inn, kæru teimisfélagar og keyrt npm install án í raun allra skipana og það athugar þá í raun hvaða pakka er ég búin að sækja sem eru hérna inn í node modules, hvað vantar mig út frá package lock eða package JSON eða package lock og sækir alla nýja pakka, downloadar þeim, setur það upp hérna og þá erum við komin á sama stað og sá sem að setti projektið upp og setti upp öll tólun okkar. Og þá getum við keyrt bara npm run browsersync eða hvað það er sem að síðan lætur þetta virka. En package lock er til þess að skilgreina nákvæmlega útgáfur af öllum pökkum út þetta dependency tree sem verður til. Þannig að það sé ekki raun einhver pakki sem uppfærist á einhverjum tímapunkti sem skemmir fyrir okkur þegar við uppfærum. Þannig að þá fá allir nákvæmlega sömu útgáfu af keisluumhverfi og svo sem skrifaði. Þegar það getur í raun verið rosalega erfitt að debugga eitthvað að því að pakki sem pakki dependar á gerði útgáfu sem var með bug sem veldur því að núna brotnar eitthvað hjá mér og það getur verið mjög leiðilegt. Svo gæti til dæmis verið í gangi núna, hver veit, ég er ekki öðru eins. Þannig að við geymum bæði package lock og package JSON í source control en við geymum ekki node modules í source control. Þannig að við setjum node modules moppuna í git ignore. Þannig að það þýðir að við förum förum í hit verkefnið þar sem að þetta er í vandræðum úti og svo mikið, gerum node modules vistum þetta sem punktur git ignore, Visual Studio segir þetta byrjar á punkti, það eru system skrár, þau sjást ekki í stýrikerfinu en við sjáum þau í Visual Studio Code en það getur til dæmis verið ef við copy-paste einhverjar möppur þá fara þær ekki á milli eitthvað svona þannig að það eru svolítið riski þessar skrár þannig að nú gerum við svona og nú ætti þetta að refreshast hvað er refresh sem er þetta? Hún ætti allavega að hætta að vera í vandræði með þetta af því að nú er verið að ignora allt sem er inn í node modules. En já, eins og við sáum á hann þá er node modules virkilega stór og viljum ekki setja í Git. En þetta er sem sagt fyrsti parturinn af tveimur í þessum tólum í bili. Þannig að skulum taka okkur pásu núna bara til 16:40, já, segjum bara 16:38 og höldum það áfram. Ég ætla að reyna að laga þetta hérna meðan.